Velkomin í Kastljós, Jón. Já, takk fyrir það. Nú kemur þessi skoðanakönnun allt í einu fyrir helgi og þar eru þið með 4 menn inni í borgarstjórn samkvæmt því. Síðan skrifar þú grein í Fréttablaðið þar sem þú ert svona svolítið farin að hljóma eins og, já, hvað ég segja, alvöru stjórnmálamaður. Er þetta hætt að vera grín og orðin ykkur alvara? Nei, mér finnst nú ekki farin að hljóma eins og stjórnmálamaður, ég einlegur. Þú ert fann að tala, þú segir sko, ég held að stjórnmálaflokkar hafi skemmt mjög mikið með tilveru sinni. Mér sýnist líka stjórnmálamenn meira uppteknir á sjálfum sér og hver öðrum en þeim verkefni sem þið voru ráðnir til að leysa. Já. Þetta segja bara stjórnmálamenn. Nei, en þetta er líka bara það sem fólki annars staðar að segja, sko. En minn eins og ég hef upplifað það, sko. Ég meina, þá þeir rosa mikið bara að rífast við hvern annan eitthvað hvað hinn sagði einhvern tímann. Og rosa svona fókuseraður og maður sér alveg að þeir eru að pæla í því en ekki einhverju öðru sem þeir ættu kannski að vera að pæla í. Nei, mér finnst það alls ekki rétt að ég sé farin að hljóma þá eins og stjórnmálamaður. En ert þú ekki að fara að verða stjórnmálamaður og ertu þar að nefndi ekki að fara í þetta? Þú ert búin að stofna stjórnmálaflokk sem að væntanlega hefur einhver ákveðina hagsmuna að gæta og það kemur nú reynda fram að hluta til í þessari stefnuskrá ykkar, það er nú ýmislegt sem þið ætlið að gera. Já, eru þið ekki þar að nefndi bara orðnir nákvæmlega eins og þeir sem að þið svona hafi verið að gera grína hvað sem er undir rós eða ekki? Nei, ég ætla bara rétt að vona ekki, en ég meina auðvitað, þú veist, maður sér stjórnmálamenn eða svona, já, í sjónvarpinu og ég hugsaði, þú veist, verð ég svona eftir, þú veist, ár? Ég vona alveg innilega ekki, sko, og ég vona að einhver pikki þá í öxlina á mér, sko, en hérna, nei, mér finnst við ekki, þó að við séum að segja eitthvað, svona, þá séum við ekki bara orðin einhvern veginn. Ég held ekki, sko. En þetta sem sagt bara þannig að við klárum talið, þetta er já, fúlasta alvara og þið ætlið að skila inn framboði og taka þátt þegar þessi frestur líður næsta? Algjörlega, já. Þið hafið komið með svona ýmsar hugmyndir, það var nú, segjum að taldinu upp nokkrar einn á hann, það er þessi ísbjörn í Húsdýragarðinn, það er þessi sameining við Kópavog og svo þessi tollahlið sem þið ætlaði að setja upp. Já. Og svo nýjasta, heyrði í dag að þú ætlaðir að fara að bjóða fólki að ættleiða róna eins og þú orðar það. Finnst þér þetta gáleitt, hljóma gálega að segja þetta? Og ég held að þetta sé mjög sniðugt, sko. En þetta er náttúrulega bara hugmynd. Þetta er ennþá á umræðu. En verður þið ekki að taka þessu alvarlega samt? Þú ert að setja þetta fram og það verður væntanlega einhver sem mun sitja í þessu sæti einhvern veginn eftir kosningar eða þú verður borgarstjóri og fyrir að spyrja þig hvort þú ætlar ekki að efna kosningalofvorðið þitt að fara bjóða fólki að ættleiða útigangsmenn. Jú, þetta er ekki, sko, ég held að þetta sé nefnilega mjög sniðugt, sko, og ég held að margir, gætu, sko, alveg kveikt á þessu og langa til að gera þetta og að leið væri hægt að byggja upp betri þjónustu við útigangsfólk eða nota, sem sagt, peningin. Og það yrði einhver svona, útigangsfólksmálastjóri sem væri bara embætti bara svipað og eins og miðborgarstjóri eða eitthvað svoleiðis sem að myndi fylgjast með þessu fólki og þar með myndum við auka eftirlit með þeim líka. Þannig að sko þó þetta sig sett upp. Þið finnst ekki siðferðilega álit svona að selja aðgang að fólki yfir einhvern veginn með þessum hætti? Já, sko, þetta myndi náttúrulega aldrei gera þetta án samþykkis fólksins, sko. Leita eftir samþykki og hvort það væri hægt, menn þetta er bara svipað og ég meina ég vildi þegar ég var með útvarpsstöð og vildi ég fá Stjánastuð til að vera með þátt, en þess að ég hlustaði rosa mikið á Stjánastuð í den þegar hann var á útvarp Rót og þetta var alveg svona, allir bara inn en þú veist, erum við ekki að gera grín að Stjána ef við erum að hleypa honum í útvarpið og mér fannst ekki ef hann langar til þess og allir vinir hans og aðstandendur eru sammálaði þá finnst mér það alls ekki, hann er bara fyrst og fremst skemmtilegur útvarpsmaður þannig að, já, en það er náttúrulega hægt að gera það öðruvísi, skilur. En sko, nú snúast þess flesta þessum kosningalóðum ykkar snúast ykkur útgjöld fyrir utan þessi tollahlið sem þið talaðu sem þið ætlaði að setja upp. Það munum væntanlega að koma ykkur peningur í kassan af því.
En sko, ekki ástandið einfallega þannig svona, menn horfa bara blákalt á það að þeir sem að fara inn í borgarstjórn núna næstu 4 árin, þeir þurfa einfallega bara að vera snjallir, spara og sjá möguleika til þess, frekar en kannski vera að eyða peningum í hluti eins og íspinni og lundaklett og þetta sem þú hefur lagt fram. Fleiri styttur og eitthvað svona. Já, ég held að ég held að ísbjörn yrði mjög fljótur að borga sig upp. Ég held að myndi auka ferðamannastraum og lundakletturinn líka. Þetta myndi bara borga sig held ég mjög fljótlega. En svo erum við líka með aðrar hugmyndir. Við höfum verið með, og þetta er náttúrulega bara á umræðustigi. Hvenær hættir þetta að vera á umræðustigi og verða svona beinharðar, svona konkrét hugmyndir sem fólk getur reiknað með að fá fyrir atkvæðið sitt? Já, þegar þetta verður framkvæmt, náttúrulega. Já, það verður ekki fyrr. Það verður bara þegar þetta kemur til framkvæmda þá verður þið efna kosningaloforðin ykkar en ef þetta kemur ekki til framkvæmda þá er það ekki kosningaloforðin. Já, en ég meina, er það ekki þannig í stjórnmálum? Ég meina, þú veist, menn lofa, segja, það eru hreinar línur, við viljum þetta og eitthvað svona, svo eftir kosning gerist það ekki og þá segja þeir bara, já, það eru breyttar forsendur. Þannig að það er engin munur á ykkur og stjórnmálaflokkunum sem að, þú veist, njóta alls ekki traust núna og eru þannig að fólk ákveður frekar að segjast alltaf kjósa ykkur að minnsta kosti í skoðanakönnun. Jú, við erum skemmtileg. Já, það er munurinn. Já, ég meina, Reykjavík er leiðinleg borg. Við erum tilbúin að leggja okkar á mörkum til að gera hana skemmtilega. Og þá er krafturinn í okkur að gera eitthvað sem sagt skemmtilegt. Og en að bombardera á okkur alls konar leiðindum, þá reynum við að finna einhverja skemmtilega lausn á því, sko. Tökum bara eitt mál, dagvistunarmál til dæmis. Það eru vandræði fyrir fullt af fólki að koma börnunum sinni nógu snemma á leikskóla þannig að það geti haldið áfram að vinna og það er dýrt að vera með börn hjá dagmömmu og þetta er eilíkt vandamál. Það vantar fleiri leikskólapláss. Hvað er fyndna aðferðin við að leysa það vandamál? Tollahliðin til dæmis. Ef að ég ætti að sem sagt velja annarkvort að skera niður í dagvistun, lengja biðlista, fækka starfsfólki eða skella tollahlið á Seltjarnarnes. Þá segi ég tollahlið á Seltjarnarnes. En hvernig ætlar að setja þetta tollahlið? Ég talaði við lögfræðing í dag sem hafði nú ákveðnar efasemdir það að þetta væri hreinlega bara löglegt. Alþingi þyrfti örugglega að breyta einhverjum lögum til þess til dæmis. Já, það var bara eftir að ræða það, sko. Já, ok. En sko, að þú vilt vera borgarstjóri, þú líst í yfir og þú vilt fá einkabílstjóra og þú vilt fá þessi hlunnindi síman og allt þetta. Sko, þú ert þá æðsti maður yfir rekstri borgarinnar og þetta eru fleiri milljarðar sem að renna þá til þín til þess að spandera. Nú er ég stressaður, þú segir svona. Já, þetta er samt raunveruleikinn, sko. Hvaða svona sögu hefur þú gagnvart rekstri og erst þú vanur rekstramaður og hvernig hefur það gengið? Hefur þú rekið fyrirtæki? Nei, ekki beinlíni, sko, en ég hef rekið sjálfa mig. En hefur ekki rekið fyrirtæki sem hafa orðið gjaldþrota, svo ég spyrir þig bara með? Og bara fyrir ekkert svo mörgum árum síðan? Já, þú meinar, það er nú reyndar misskilningur, sko. Þú meinar, ertu að meina tvíhöfða? EHF, já. Já, sko, það var algjör misskilningur og skrifast að mestu leyti á Sigurjón Kjartansson sem rak þetta fyrirtæki með mér. En var hann ekki í Fossvari fyrir þennan listaðinu daginn í sjónvarpsal? Hann er ekki lengur. Hann var í Fossvari, sko. En hann er ekki á lista. Var þetta stórt gjaldþrot sem var þá, eins og þú segir, Sigurjón að kenna? Var þetta, töpuðu ykkur miklu á því að vera standið? Nei, þetta voru ykkur smá peningar bara. Þetta er ekkert sem að tekur því að ræða sko. Nú talar þú alveg eins og stjórnmálamaður. Já, er ég að þetta? Nei, þetta var ekki stórt gjaldþrot, sko. Þú treystið til að reka borgarsjóð Reykjavíkur og vera þar yfir öllu og stjórna því hvernig farið með útsvar fjölda fólks? En það er ekki bara fagmenntað fólk í því sem er að vinna. Ég held að vinni 8.000 manns. Það hlýtur að vera ekki svona viðskiptafræðingar og lögfræðingar og svona vinna hjá borginni sem sjáum þetta. Er það ekki? Ég held að borgarstjórinn er meira að vera svona eins og Bastían bæjarfógeti. Þú veist, að heilsa upp á fólkið og ef eitthvað kemur fyrir, skilur, eða, þú veist,
kviknar í eða eitthvað, þú veist, eða eitthvað vesenir í bæ. En höfum við ekki akkurat haft svoleiðis borgarstjóra og fólk ekki svolítið að segja með því að segjast ætla að kjósa þig að það vilji ekki þannig stjórnmálamenn lengur? Er það að segja það? Er það ekki svolítið þannig? Er ekki þessi skýrsla og öll þessi umræða sem varð eftir þetta hrun, er það ekki svolítið svona fólk komið með, það er ekki lágmarks traust á Alþingi, lágmarks traust á stjórnmálamönnum og svona, er það ekki svolítið verið þá að segja að við viljum eitthvað annað? Já. Ert þú það? En reyndar með tvíhöfða, við borguðum allar skuldirnar okkar, en ég skil ekki okkur að það var gjaldþrota. En ég bara skil það ekki. Fyrir ekki, hvað var spurningin aftur? Tíminn er búinn, Jón. Takk að kærlega fyrir komuna í Kastljós. Já, takk.